En þannig 10 stiga sigur á gamla heimavellinum, þessi hlýtur að vera ekstra kærkominn. Fyrst og fremst bara að ná sigur, bara að ná að tengja saman 2 leiki og sérstaklega ná upp svona góðri varnarframmistöðu sem við náðum í lengst af leikinn. Sóknarleikurinn var styrður á mörgum kuplum og Jordan alltaf gerði frábærlega en við erum sérstaklega ánægð með varnarleikinn og hvernig liðið bara mætti til leiks. Nú erum við að fá back-to-back 30 stiga leiki frá Jordan Roland. Hann skoraði hvað? 40 stig í kvöld. Allavega. Þú hlýtur að vera sáttur með hvernig hann er að koma inn í liðið. Já, klálega. Við setjum saman lið og það sem við vorum með svona planum að vera með skorun frá bandarískum bakverði og Aron Booker í sínu skotróknunar og svo fyrir við komin að fyrir hluta án þeirra og þá náttúrulega svona þetta smá styrt og svoleiðis og það er gríðarlega gott að fá mann inn í þetta hlutverk sem okkur eins og öllu vissi vantaði og virkilega jákvæmt hvernig bara hann hefur komið til leiks. Ég er ánægður með fókusin í honum, strákur sem er nýútskrifaður, maður er oft ágjörð svona aðalegan á tímanum en mér sýnist hann vera aðalegast ágjörðan. Eins líka væri kannski hægt að segja að Hjálmar Stefánsson væri að koma miklum krafti inn í landslið. Hann skorar bara 5 stig í kvöld en hann spilar stórkostlega vörn á Kalli Seipin á köflum. Já, æðislegur og eins og segir, við verðum að setja það saman svona fljótt, þá kannski er þetta að koma öllin í gang sóknarlega, þannig að fókusin hefur svolítið verið að koma Jordan inn í þetta, en íþróttamennskan á lengda sem Hjálmar hefur og bara frammistaðan á Tyler og svo Jónín á milli, bara frábær og líka bara góð vinsla í öllu liðinu. Pavel geggjaður, alveg outstanding, stýrið vörðan eins og erfæðingi og bara sýnir það aftur hversu dýrmætur hann er fyrir það leið sem að spila. Já, nú fáið Tindastól heima í næsta leik, fáið viku pásu. Það lítur að vera fínt að fá að hvíla lúin beina og fara betri yfir hlutina. Það er svo skondið sko, við tala eitthvað viku sem pásu þegar maður vanur að hafa alltaf eina viku milli leiki. En já, klálega það er fínt að geta hvílt okkur á morgun og tekið fríta og svo bara það er margir hlutir sem við þurfum að skoða og margir hlutir sérfélag sem að verjast og bara halda fram að læra inn á hvern annan. Outstanding frammistaða en skemmtilegst að vita að mann finnur það ansi mikið sem hægt að bæta og gera betur. Alveg að lokum, að þú nefnir Frank Booker, hvað er langt í hann? Það er bara því miður kallinn, hann fer í aðgerð jólin á fæti sem tafðist út af COVID og hann fer í svona tiltölulega litla aðgerð en það kemur sýking í sárið og sárið virðist bara ekki alltaf að loka, þannig að Gregi kallinn er ekki líklegur til að vera meira með okkur yfir höfuð í vetur. Þannig að það er mánuður eftir af deildakeppninni og ef hann dettur eitthvað inn þá verður það algjör bónus en það er erfitt að gera ráð fyrir meðan þetta er svona stór spurningamerki. Frábært, takk.